Og en þar á eftir ætlum við að fræðast bók sem ævisaga Brynhildar Georgíu Björnsson, Hildýjar, þessar ævintýrakonu sem Hallgrímur Helgason skrifaði reyndar mjög umdeilda bókum. Brynhildur Georgía Björnsson, þetta algjörlega ótrúlegt lífshlaup. Já, það það. Hún svona fyrstu ár ævinnar að þau setja svolítið tóninn, hún svo mikið ein á þvælingi, foreldrar hennar skilja þegar hún 8 ára og hún og litla systur hennar, þær eru aðskildar og Hildi eins og hún var eiginlega alltaf kölluð og hún á þvælingi mjög mikið í Danmörku og Þýskalandi nasismans á stríðsárunum, bara hjá vinum og vandamönnum og mikið líka ein. En pappina var náttúrulega frægasti nasisti Íslands. Já, hann gekk Þjóðverjum á hönd og hann var fréttaritari á Austurvígstöðunum í Úkraínu og það þekkt saga. Þannig að hún lítil stúlka og býr í Hitler-Þýskalandi. Já, og lendir líka í því, hún lendir í loftárásum og hún upplifir þetta og maður sér það líka hún sér hlutina svolítið öðruvísi en þeir sem búa á Íslandi og það verður líka ákveðin togstreita á milli hennar og fjölskyldunar heima á Íslandi og líka fólks í Danmörku sem ofsalega náttúrulega andsnúið Þýskalandi. En hún hefur ákveðna sympatíu, hún náttúrulega unglingur, hún hefur ákveðna sympatíu með Þjóðverjum sem hafa þurft að upplifa líka mjög miklar hörmungar. Ég meina hún býr rétt utan við Hamborg sem varð fyrir þessum hryllilegu loftárásum og hún náttúrulega upplifir það að hennar vinir og kunningjar verða fyrir árásum. En hún kemur heim og býr hjá afa sínum og ömmu á Bessastöðum því að afi hennar fyrsti forseti íslenska lýðveldisins. Já, kemur heim með fyrstu Esjuferðinni eftir stríð og flytur á Bessastaði og það í raun og veru líður henni vel en kannski finnst það er ekkert sérstaklega gaman kannski að fyrir ungling að búa á Bessastöðum sem var þá svolítið upp í sveit. En hún reyndi svolítið að strjúka og svona. Lífina skiptist í svona skeið, hún þessi unga stúlka af svona frekar fínum ættum, en svo hún líka, deilir hún líka kjörum algjörlega með alþýðu manna. Já, hún er náttúrulega barnabarn þessara fyrst sendiherra hjóna og síðan fyrstu forsetahjónanna og síðan hún á sjónum. Hún selur þvottasnúrur og í Argentínu, hún selur snyrtivörur í Þýskalandi. Hún svona, maður finnur það að hún kann eiginlega betur við sig og með alþýðufólki heldur en í einhverjum fínum boðum og þannig hún er mjög sérkennilega samsettur karakter. Hún giftist 5 sinnum. Já, 5 menn og þeim fyrsta kynnist hún í Argentínu, það var samt Íslandingur og býr með honum þar og á með honum 2 börn og missir þau bæði. Já, og síðan bara einhvern veginn og það svo sérkennilegt, stundum hún skilur og ætlar aldrei að fara að vera með manni aftur, ætlar aldrei að gifta sig aftur og svo bara fyrr en varir að þá hún búin að því. Til dæmis kynnist mann á Hótel Borg, kynntist skrifstofustjóranum hér og giftist honum og eignaðist með honum barn. Svo finnst maður að endalokarnir séu kannski dálítið döpur, hún endar ein sem öryrki í skúr. Já, þetta svona íbúð í bílskúr, og þetta samt sem áður, það skeið í lífinu þar sem hún er hún býr þarna hvað lengst, hún þarna í 17 ár og í skúr, en hún það allir orðnir sáttir, hún á í góðum samskiptum við fjölskylduna sína og það eftir mjög svona stormasama ævi að þá virðist einhver svona festa eða svona jarðtenging komin og hún hélt áfram, hún fór til útlanda, hún fór að kaupa sér rússnesku bækur í Þýskalandi af því að auðvitað, hún var svo mikið tungumálamanneskja, hún fór að kenna sjálf sér rússnesku þarna, hún var að kenna fólki líka í gegnum netið af því hún tilengjaði sér netið mjög snemma, orðin fullan kona, þá var hún að kenna fólki í gegnum netið. Hún húkti ekki bara í einhverjum skúr og lét sér leiðast, Hallgrímur Helgason skrifaði fjarskalega umdelda bók sem byggði á ævi Brynhildar. Þessi bók að einhverju leyti svar við henni?
sko, ég hugsa að þessi bók hún hefði aldrei komið út ef að bókin hans Hallgríms hefði ekki komið út, sko. Það er til önnur ævisaga, sko, sem að er hérna viðtalsbók við hana frá 1983 þegar hún er 50. Þannig að ég hugsa að þessi bók hefði ekki komið út nema kannski að Hallgrímur hefði skrifað sína. En ég ákvað að lesa ekki bókina hans Hallgríms. Ég var búin að sjá hérna leikgerðina til þess að því ég vildi ekki fara að skrifa leiðréttingabók, sko. Ég vildi reyna að skrifa sögu Hildjar. Svo fólk örugglega eftir að líta á þetta sem einhvers konar andsvar eða leiðréttingu, en þá bara er það þannig. En þetta er sem sagt saga Hildjar. Þetta er sagan Hildjar.